Ég allavega horfði á myndina, tók hann inn, sá hann aftur, fekk að svona leifin að malla meira og satt mér í tilfinningunum, en þessi myndi alltaf bara, þú veist, hún sjónarspils og tilfinningar rússíbani. Ekkert smá, sko. Og, þú veist, hún hugmyndar rússíbani. Já, þetta er 400 milljónir á skjánum og ég sé það og ég bara eitthvað svona, oh my fucking god, þetta er bíó. Sko, þetta handrit hefur verið... Bara helvítið hann Cameron, hann kann þetta. Þetta handrit hefur... Það er að segja svona 10 mismunandi sögur á sama tíma og flestar af þessum 10 mismunandi sögum gætu verið kvikmynd út af fyrir sig. Já, í rauninni. Það er rosalegt hvað er búið að ná að tróða mikið inn í þessa mynd á þessum rúmum 3 klukkutímum en hún er samt aldrei einhvern veginn yfirfull. Nei, alls ekki. Þú veist, hún byrjar og hún hættir ekki fyrir en eftir 3 klukkutíma og 15 mínútur en það er samt aldrei svona óþægilegt. Aldrei. Þú finnur fyrir því hún sé löng en hún er aldrei döll.